Jæja, elskunnar, velkomin í geimsýruna. Komin til Reykjavíkur aftur eftir frí og það mikið á að taka, skal ég segja ykkur. Náttúrulega, númer 1, UFO 202 sem sagt að koma í bókabúðir á Sólmyrkva á miðvikudaginn. Ef þið viljið áreita eintak, þá getið þið haft samband við mig beint í gegnum enga skilaboð og ég sendi ykkur leiðbeiningar. Annars þetta bara bókabúðir og svo framvegis. Þetta sem sagt litla systur UFO 101. Hérna eru þið með kortlagninguna á málaflokknum síðustu 90 ár og mögulega lengur. Herðu, mér langar sem sagt í þessu droppi hérna að fara aðeins yfir síðasta dropp stríðsmála ráðuneytisins. Og við erum að tala sem sagt, já, þetta 5. dropp gagna síðan 8. maí. Og þetta yfirleitt með einhverju 2 til 3-4 vikna millibili. Þá droppaði þetta á föstudögum. Sem sagt myndbönd, ljósmyndir, PDF-fílar. Hérna sjáið þið sko Giant Triangle over Bagram 2002. Þetta sem sagt ekki ekta ljósmynd. Þetta sem sagt FBI já, sem sagt vitni. Það voru sem sagt agentar frá FBI tveir sem eru vitni af þessum þríhyrningslaga hlut á lofti 500 feet across, 500 fet. Ég meina það bara 100 og eitthvað metrar. En þetta sem sagt renderuð, þetta sem sagt framleidd ljósmynd eða framleidd mynd eftir sem sagt lýsingum þessara sjónarvotta. Og já, og svo hafa verið hljóðfælar, mikið viðtöl við geimfara og það hafa verið svo skýrslur. Þannig að mér langar að fara mikið, sko, í þessu droppi mikið að þríhyrningum, svona triangles og sem eru svolítið í samræmi við það sem ég sá í síðustu viku sem auglýsing frá annaðhvort Lockheed Martin eða Northrop Grumman. Ég man ekki hvort fyrirtæki það var. Þeir voru sem sagt hentu auglýsingu inn á netið. Þeir voru að auglýsa sitt stöff og þeir sem sagt slóðu þarna undir rós sem sagt þríhyrningslaga flygildi og það hafa verið upp sögusagnir að enga verktakar sem sagt á sviði hernar og stríðsmála hátækni sem sagt verktakar fyrir bandaríska ríkið væru búnir að endurgera eða reverse engineera svokallar sem sagt Black Manthas TR-3B þetta kallað. Og nú kemur þetta sko. Síðasta dropp nummer 4 þar var þemin svolítið svona orbs en í þessu droppi þá þetta svona svolítið þríhyrningar og ég ætla að fara hérna að sjá við annað. Það nokkuð svona tilfelli. Þetta sem sagt renderuð mynd sem sagt, og mikið FBI agentar sem verða satt vitna þessu. Það einhverjir orbs líka. Þetta eru sem sagt FBI agentar líka sem sagt sjá sem sagt þessa orbs í fjarlægð og þetta sem sagt bara myndir gerðar eftir lýsingum sjónarvotta og þið sjáu kannski, ef þið zoomið aðeins hérna, þetta kom fram sem þrjú ljós, myndið að það einn. En ég ætla að fara yfir með ykkur hérna, ég ætla að leyfa þess að bara rúlla hérna á meðan. Ég ætla að leyfa myndböndunum að rúlla. En sem sagt R05, sem sagt 5. dropp, ný gögn óútskýrð loftfyrirbæri frá bandarískum stjórnvöldum. Þann 7. ágúst 2026, sem sagt núna, síðasta föstudag, birtu bandarísk stjórnvöld 5. safn gagna óútskýrð loftfyrirbæri UAP í gegnum Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters eða PERSU.
samkvæmt opinberri síðu þessa verkefnis þá inniheldur þetta 5. dropp 130 megabæt af skjölum, 513 megabæt af myndum og myndbandsefni. Og gögnin spanna mjög langt tímabil, allt frá fyrstu árum eftir síðari heimstyrjöld til atvika núna bara á þessu ári. Og í safninu eru meðal annars skjöl frá varnarmálayfirvöldum, FBI, CIA og öðrum bandarískum stofnunum. Opinbera lýsingin, eða skýringin af hálfu Pursuit svo að í safninu séu svokölluð unresolved cases. Þannig að aftur, það bent í einhverja ákveðna átt með yngri útskýringu á því hvað í gangi. Það átt við að þetta eru mál sem stjórnvöld hafa ekki komist að endanlegri niðurstöðu eðli þess fyrirbæris sem tilkynnt var eða lýst. En þetta safn af raunverulegum skýrslum, viðtölum, myndum, myndböndum og öðrum gögnum sem hafa verið varðveitt innan bandaríska stjórnkerfisins. Eitt athyglisverðasta mál í þessu droppi tengist atviki yfir Gulf of Oman og þetta sem sagt vill taka það fram að mikið af þessum gögnum sem hefur verið sleppt eru úr málum sem að hafa verið sem sagt þeim hefur verið lekið áður, eitthvað myndefni, frásögnum og frá vitnum og svo framvegis, en núna erum við að fá þessi mál staðfest trekk í trekk. En Gulf of Oman, þetta við Húmansskurðin eða hvað það nú heitir, 8. september 2021, bandarísk sérsveit var þá með AC-130J herflugvél á svæðinu við æfingu sem var notað það sem notað var skotmark á sjó og raunveruleg skothríð fór fram sem hluti af æfingunni. Í fylgiskjalinu, D101, lýst hvernig áhöfn vélarinnar varð vör við óvenjuleg fyrirbæri nálægt yfirborði sjávar. Þau eru í skýrslunni kölluð Cold Orbs. Þetta lýst sem kúlulaga fyrirbærum sem voru það bil 4 feta í þvermál. Þetta eru bara kaldir orbs, 4 fet eru cirka 130-40 centimetrar. Áhöfnin fylgdist með þessum fyrirbærum í gegnum raf- og infrarauðan skinnbúnað, AC-130 vélarinnar og í gögnunum eru síðan 6 myndbandsupptökur merktar DOW, eða Department of War og sem tengjast þessu atviki og það skal tekið fram að þetta eru myndbandsupptökur sem teknar voru á síma á skjáin, það var sem betur fer einn hermaður sem að gerði það því að það skrýtna við þetta var að þegar þau voru að fylgjast með þessum hlutum þá bilaði aðal upptökubúnaðurinn borð sem að ávíst ekki vera hægt. En það bendi til þess og ég kem inn á það hérna á eftir að það hafi verið virðist hafa verið eitthvað tengsl milli þessara hluta, þessara plasmahnatta eða hvað það nú og tækjabúnaði því að þeir reyndu svo að skjóta á þessa orbs, þessar herflugvélar. Og áður en að skotið fór af stað, áður en tekið var í gikkinn, þá gönnuðu orbarnir í burtu eins og þeir vissu nákvæmlega hvað var að fara að gerast. Og í skýrslunni kemur fram að 2 fyrirbæri hafi verið sérstaklega áberandi. Þau voru lýst sem því að þau héldu sér nálægt yfirborði sjávar og varu sýnileg í skinnbúnaði vélarinnar. Þegar áhöfnin hóf skothríð breyttist hegðun fyrirbarna samkvæmt frásögninni og þau færðust algjörlega úr sjónsviði skynjarans, þau bara hurfu, gönnuðu burtu. Skýrslan segir einnig frá fleiri UAP athugunum frá sömu ferð. Samkvæmt gögnum málsins sá áhöfnin alls fjölda fyrirbæra á meðan á aðgerðinni stóð og atvikið var þannig að einu stæðsta, altså nútíma máli. Í þessu dropp allavega. Myndböndin sem fylgja málinu eru sérstaklega áhugaverð vegna þess að þau koma frá hernaðaraðgerð og eru samtíma gögn tengt skriflegri skýrslu. Þannig að ef þið farið inn á Department of War eða war.gov og sjáuð þessi myndbönd og þessar ljósmyndir, þá eru oft fyrir neðan linkar þar sem þið getið tengt ykkur inn á PDF skýrslur sem fylgja með sem eru tengd í rauninni þessu myndefni sem ræðir. Og svo það Bagram Afghanistan, stórt þríhyrningslaga fyrirbæri, þetta það sem við sáum þarna áðan af renderuðu ljósmynd.
Þetta sem sagt mál sem hefur vakið mikla athygli frá Bagram-herstöðinni í Afganistan 2002. Og FBI birti sem sagt í þessu droppi bæði skjöl og stafræna myndgerð sem tengjast atvikinu. Samkvæmt opinberri lýsingu FBI byggist myndgerðin á fyrstu hendi frásögn fyrirverandi Hermanns. Fyrirbærinu lýst sem stóru, dökku og þríhyrningslaga og FBI útbjó sem sagt stafræna myndgerð árið 2026 sem sjónrænt hjálpatæki byggt á frásögn vitnisins. Og myndin sem birtist sem sagt ekki ljósmynd, það sem sagt búið að taka það fram. Og á þessari mynd sést stórt þríhyrningslaga í lögun á móti næturhimni. Þeir sem sagt voru það núti og svo allt í einu bara fóru stjörnurnar að hverfa og þeir litu upp og sjá þeir bara sem sagt þríhyrningslaga bara svart hól bara yfir þeim. 300 fet across, veist, þetta alveg huge, þannig að þið geti ímyndið ykkur hvernig að vera vitni að svona fyrirbæri. Svona Project Sign, mér finnst þetta líka mjög áhugavert. Þetta snýst ekki í þessu droppi, það ekki bara þessi nýlumál, heldur einmitt Project Sign sem svona hefur verið sagt að sé svona eitt af fyrstu svona leynilegu eða svona háleyndar nefndum eða verkefnum hersins hvað varðar UFO. Og þetta nær til aftur til fyrstu ára formlegra rannsókna bandaríska flughersins á UFO tilkynningum og þar meðal annars tengt Project Sign. Í sögulegum skjölum sem kemur núna í þessu droppi kemur það fram að bandarísk hernaðar yfirvöld söfnuðu saman upplýsingum tilkynningar, skoðu lýsingar veikna og reyndu að meta eðli fyrirbæranna. Og eitt af skjölunum sem sagt frá Project Sign í þessu droppi frá Air Material Command og inniheldur þá niðurstöðu að einhvers konar fljúgandi hlutir hafa verið séðir en að uppruni þeirra sé ekki ákvarðaður og að og það sagt semst í þessari skýrslu að það með engu talið að þetta sé frá okkur komið né öðrum óvina þjóðum og því varpa fram spurningunni getur þetta verið sem sagt af extraterrestrial uppruna en það ekki hægt að halda því fram. Svo erum við komin til 1946-1947, þetta sem sagt í Svíþjóð, þetta eru svokallað ghost rockets. Eða draugaflaugar og þessi fyrirbæri voru meðal þeirra loftfyrirbæri sem vöktu mikla athygli í Evrópu áður en að UFO var svona að einhverju svona mainstreams fyrirbæri en með þeim hætti, einmitt. Og gögnin sýna sem sagt bandarísk stjórnvöld fylgdust með slíkum erlendum tilkynningum. Þetta voru sem sagt 1000 ég með nú eitthvað þetta hérna, augnablik. Var nú eiginlega að fá að sjá þetta, maður sjá, hvað þetta? Þetta Project Sign, voru ekki með eitthvað með Ghost Rockets. Þetta voru 1000 tilkynningar frá sem sagt Svíþjóð, sem sagt low flying cigar objects, alveg bara upp í 60 fet að lengd og engin sýnilegur hitaútblástur eða neitt svoleiðis og hraði oft á tíðum í 1000 milna sem að náttúrulega á þeim tíma var náttúrulega ekki mögulegt. Puerto Rico, radarathuganir, sem sagt gögn frá CIA og stjórnvöldum sem tengjast athugunum á óþekktum fyrirbærum á 7. áratugnum tengjast meðal annars radar upplýsingum og sjónrænum athugunum og þetta sem sagt nóvember 1964 þegar að athuganir á svæðinu voru teknar saman og sendar milli bandarískra stjórnvalda. Já, þetta ef maður ætlar að kjarna þetta saman, þetta drop, þá erum við að tala sem sagt stórir dökkir þríhyrningar á næturhimni, þríhyrningslaga fyrirbæri á næturhimni með 3 ljósum, sem sagt ljós í hverju horni, stórt dökkt fyrirbæri með rauðum ljósum yfir bílastæði, einn vindspurðurinn, og 2 ljós, sem sagt rauður orbs yfir fjalla- og eyðimerkursvæði og stórt bjart fyrirbæri umkringt
sammiðja hringjum, margir rauðir ljósgjafar á næturhimni, ljósrákir og sem sagt ljósmynd af óþekktum hlut sem tekin var úr Space Shuttle Columbia 1996. Ég man nú reyndar ekki eftir að hafa séð það í þessu droppi. Já, það skal, sko, þetta er áhugavert. Sko, hérna erum við með Project Sign, veist, þetta er bara beint úr skjalinu. Þetta eru yfir 250 blaðsíðna skjal, hérna, og þetta þótti athyglisvert. The conclusion appears inescapable that some type of flying objects has been observed. Identification and the origin of these objects are not discernible to this headquarters. It is imperative, therefore, that efforts that determine whether these objects are domestic or foreign origin must be increased until conclusive evidence is obtained. The needs of national defense require such evidence in order to appropriate countermeasures may be taken. Veist, þeir eru að taka þetta alvarlega. Þeir sem sagt Discs and Cigars were not domestic og RAND sem rannsóknarstofnun í rauninni á vegum Hess og leyniþjónustu skrifa talsvert RAND í UFO 202 as to study possible spaceships. Sko, hvað segja hérna? Já. Sko, þetta svo var eitt atvik hérna, sem sagt, þetta tilkynning sem barst bandaríska sendiráðinu. Þetta í Brasilíu en svo reyndar, og ég segi hérna innan svega, þegar mætt var á svæðið var ekkert þar að finna, en sem sagt, það var sem sagt, í útvarpsstöð þá þeir fluttu sem sagt fréttir að flygildi hafi hraðbað eitthvað staðar út á akri og það hafi eitthvað komið að flygildinu og það hefði verið sem sagt flugmaður eða alleged body found inside the object í eitthvað skona búning. White House space officials sought verification. Later investigation found no supporting evidence. En þarna erum við sem sagt komin í fyrsta skipti svona almennilega inn í, allavega í þessu droppi, að möguleikanum svokallað biologics. En veist, og þetta, ég meina, af hverju birta ekki bara Virginia málið í heild sinni, veist, þetta náttúrulega bara, eins og ég segi, þykir ekki kannski merkilegt. En já, krakkar, þetta svona út frá svona lettri yfirferð hérna í morgun, þá þetta það sem að ég sé í þessu droppi. Það hægt að sökkva sig vel inn í þetta. Maður auðvitað þarf tíma til þess. Ef þú ætlar að taka svona eitt dropp og ef þú ætlar að fara að tengja þig milli mynda og skýrslna og annað, þá þetta kannski, já, góður undirbúningur, geti tekið 2-3 klukktíma. Ég var sem sagt bara að lenda í gærkvöldi eftir 12 tíma ferðalag frá Sardiníu og það var náttúrulega bara frábært og ég sem sagt bara eitthvað að ranka við mér og kikka mér aftur í gang hvað geimsýruna varðar. Í fyrramáli klukkan 9 geimsýran sem sagt mætt á bítið í bylgjunni. Þið getið hlustað á mig þar ætla ég að þetta kynna UFO 202 og kannski svona fara létt yfir þetta dropp sem kom núna síðasta föstudag og hérna, já, það bara svolítið þannig. Einnig má kannski nefna að á menningarnótt í Hannesarholti sem eitthvað staðar í Þingholtunum þar verður sögur bókaútgáfa með partí og ég á sem sagt slott milli 5 og 6
þar sem ég mun halda sem sagt ræðu og lesa kannski upp úr bókinni og árita, ég gerir ráð fyrir að vera selda bækur hérna líka, en ég mun sem sagt árita bækur hérna allavega til, 6 eða svoleiðis, það sem sagt á menningarnótt á laugardegi. Ef þið viljið followa Geimsýruna, þá gerið þið það á YouTube, það sem sagt þvottahúsið Geimsýran, því Geimsýran á YouTube í boði þvottahúsins, eða TikTok, það sem sagt bara UFO Geimsýran, og svo getið þið líka fylgt mér bara á Facebook undir nafninu Gunnar Dan. Allt efni Geimsýrunar sem sagt birt þar í formi Reels. Hvernig stoppaði þetta aftur? Þykir vænt ykkur, þar til næst. Namaste.